Fundargestir, gaman að sjá svona stóran hóp hérna meira segja snemma að morgni á rigningar sumardegi í Reykjavík, en þeir eru orðnir ansi margir þetta sumarið. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin til þessa opna fundar á vegum Höfða friðarseturs Reykjavíkurborgar og Háskóla Íslands og Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Ég heiti Pía Hansson og ég er forstöðumaður friðarsetursins. Höfði friðarsetur, bara til þess að gefa ykkur örlitla innsýn inn í það hvað við erum að reyna að gera með þessu verkefni, er samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar og Háskóla Íslands. Setri var stofnað formlega í október 2016 og er vettvangur fyrir þverfaglegt og alþjóðlegt samstarf og við leggjum áherslu á hlutverk borga, smáríkja og almennra borgara í að stuðla að friði og friðarmenningu. Allt frá upphafi hefur áherslan því ekki síður verið á nærsamfélagið. Hvernig við getum stuðlað að réttlátu og jöfnu samfélagi þar sem allir fá að njóta sín. Í því felst að auka rannsóknir á þessu sviði, stuðla að upplýstri umræðu, en ekki síst að skapa vettvang þar sem verkefni sem ætlað er að bæta samfélagið geta orðið að veruleika. Setri vinnur einnig í takt við umræðu og aðgerðir á alþjóðavettvangi og á okkar alþjóðlegu friðarráðstefnu sem við höldum 10. október ár hvert, og ég vil endilega biðja ykkur að skrifa í dagbækurnar og mæta til okkar. Þá höfum við lagt áherslu á ungt fólk, frið og öryggi. Sú áhersla helst í hendur við aukna áherslu á að tryggja hópum sem áður hafa haft litla rödd, má kannski segja, og staðið utan við samningaborðið aukna þáttöku í friðarferlum og aðkomu að friðarumleitunum. En í dag ætlum við að fjalla örlítið annað mál sem þó tengist allt saman. Hvað er samfélagsleg nýsköpun? Þetta er stór spurning. Og til þess að aðstoða okkur við að ná utan hugtakið ákváðum við að leita til Hrundar Gunnsteinsdóttur. Hrund er þróunarfræðingur að mennt og stjórnarformaður Tækniþróunarsjóðs, en þeir voru nú einmitt að úthluta, ég held bara í síðustu viku, 700 milljónum króna til 63 frumkvöðla verkefna. Þannig að það er örugglega að við séum að tala við réttu manneskjuna hér. Í viðbót við þetta er Hrund kvikmyndagerðarmaður og öflugur hugmyndasmiður, myndi ég segja. Sem sagt, rétt kona á réttum stað. Að loknu erindi Hrundar munum við fá hann Hannes Ottarsson frá Nýsköpunarmiðstöð sem ætlar að segja okkur aðeins betur frá því hvað felst í þessu hugtaki samfélagsræðal og segja okkur frá snjallræði sem er það verkefni sem við erum að vinna að í samstarfi við Nýsköpunarmiðstöð og fleiri samstarfsaðila. Og við höfum leitað líka til nokkura frumkvöðla og beðið þá að koma hingað og kynna fyrir okkur sín verkefni. Og þetta verða svona örkynningar, þannig að við ætlum að hafa þetta þannig að fólk tala kannski ekki mikið meira en í 5 mínútur. En við höfum kaffipásu á milli og þá gefst auðvitað tækifæri til þess að heyra í fólki betur. Þannig við reynum að stuðla að góðu tengsla myndun í leiðinni hér á þessum opna fundi. En án frekari málalenginga ætla ég að biðja hana Hrund að koma hér í pontu að hennar til loknu munum við hins vegar opna aðeins fyrir umræðu úr sal, þannig að hugsið ykkur endilega á meðan hvort það sé einhverja spurningar eða einhverja vangaveltur vakna, en Hrund, gjörðu svo vel. Góðan daginn, gaman að sjá ykkur allt sem vil. Og bara þakka ykkur fyrir að skipuleggja þennan viðburð. Þetta er svo ótrúlega áhugavert umræðefni og ég veit að það eru svo margir að hugsa á þessum línum og hafa verið að gera heil lengi. Ég ætla aðeins að skipta mínu erindi svolítið upp. Ég ætla að byrja því að ræða þessum fjórðu iðnbyltinguna og hugvitsdrifin hagkerfi og síðan ætla ég að fara skilgreiningar á samfélagslegri nýsköpun og samfélagslegu frumkvöðlastarfi og ræða svo aðeins hvernig það er hugsanlega samruni á milli allra þessara ólíku þátta. Þetta er nú svona myndir sem að lýsa í grófum dráttum hvað við eigum við með fjórðu iðnbyltingunni. Það eru þá verið að tala sem sagt 3 hafa verið á undan og það er ýmislegt sem felst í þessu sem við þekkjum vel. Það er fjöldaframleiðslan og það er gufuvélinn og síðan er það í lok síðustu aldar tölvan, internetið og sem sagt svona upplýsingaflæðið og tæknivæðingin.
En í 4. iðnbyltingunni þá erum við að tala miklu öflugri breytingar og við erum að tala gríðarlega tækniþróun, við erum að tala stafræna væðingu, við erum að tala automation eða sjálfvirkni, við erum að tala gervigreind og við erum til dæmis höfum heyrt mikið að í nánustu framtíð þá munu tæki og tól taka yfir störf fólks og það er eitthvað sem að fólk ber kvíðboga yfir sem að skilur vel en það er svo margt annað í þessu sem eru líka tækifæri. Það sem að ég hef alltaf haft áhuga á að nefna í leiðinni að með 4. iðnbyltingunni og ég segi þetta vegna þess að ég hef verið að vinna á vettvangi Alþjóða efnahagsráðsins eða World Economic Forum frá árinu 2011 og það er svo stofnun sem hefur hvað mest svona keyrt þessa umræðu svona glóbalt alþjóðlega 4. iðnbyltinguna að þar er ekki undanskilið þessari iðnbyltingu samfélagslega og pólitísk þróun og henni fylgir til dæmis eins og meiri ójöfnuður og það er ákveðin pólitískur óstöðuleiki í heiminum þannig að þetta fer allt saman og tækni nýtist alveg í það eins og hvað annað sem að ég held að við séum öll svolítið meðvituð Það sem einkennir þessa þróun fordæmalaus hraði breytinga. Ég nefndi eitthvað þessu áðan, það eru vélmennin, það genaverkfærin sem til dæmis komin svolítið fram úr lögum og reglum í sumum tilfellum. Það svo mikið aðgengi að tækjum og tólum og tækni sem að fólk hefur út allan heim og það líka ákveðið kynslóðabil sem ég held við þurfum að huga að í þessu samhengi hérna í dag. Við tölum breytt landslag hugar og kerfa og ég ken kannski aðeins betur af því hérna eftir og við erum með alþjóðlegar áskoranir sem að enginn undanskilinn þó hann búi á eyju fyrir norðan. Síðan kannski svolítið mikilvægt að nefna það að þegar við tölum 4. iðnbyltinguna að sums staðar í heiminum, að því við erum svolítið að tala líka verkefni sem ekki bara á Íslandi, að sums staðar í heiminum þá leggst til dæmis 4. iðnbyltingin og bara internet hlutana og þessi gríðarlega tækni ofan á 1. eða 2. iðnbyltingu. Það stokkið yfir ákveðna þróun í þessu samhengi og ég held að það sé líka svolítið mikilvægt að hafa það í huga. En þessi mynd hefur fylgt mér þegar ég held fyrirlestra í það bil 10 ár og þeir sem hafa séð mig halda fyrirlestra hafa séð þessa mynd áður. Þetta gæti verið einhvers konar krot eða æðaflækja en í raun þetta tilraun til þess að kortleggja samskipti á internetinu í nóvembermánuði árið 2003. Í mínum huga þá þetta besta myndin sem við eigum að heiminum sem við búum í dag. Hann svona svo ólgusjór, það þræðist allt saman á víxlverkandi hátt, við vitum ekkert hvað snýr upp eða niður og í sjó þá ágætt að hafa eina reglu, það að hafa höfuðið upp úr svo maður drukkni ekki og svo hitt að reyna að skilgreina í hvað átt við viljum fara og þetta við okkur sem einstaklinga, hagsmunasamtök, hópa, fyrirtæki, íbúa á jörðinni. Þetta svolítið spurning gildin sem við höfum í allir þessari þróun. Það sérst mögnu tækifæri í dag til þess að lifa lengur og lækna fólk og bæta lífskjör og það líka mögnu tækifæri til að gera eitthvað sem ekki uppbyggilegt. Ég nefndi áðan félagslegan óstöðuleika sem virðist vera að auka samkvæmt World Economic Forum og kannski rétt að nefna það að World Economic Forum heldur árlegan fund í Davos í Sviss þar sem helstu leiðtogar heims og oft tala stjórnurnar líka koma saman og ræða alþjóðamál. Yfirskrift fundarins í ár finnst mér svolítið lýsandi fyrir þetta samhengi og það Creating a Shared Future in a Fractured World. Heimurinn brotakenndur, við þurfum að skapa okkur sameiginlega sýn á framtíðina. Þannig að það svolítið partur af þessari umræðu allri. Við þurfum sérst að vilja það sem við veljum og tæknin nær okkur nokkuð sinni fyrr og við höfum kannski hugsanlega miklu meira vald til að hafa áhrif á hvert þessi þróun að taka okkur. Það ekki lengur áhersla eins mikið og verið hefur á náttúruauðlindir, þær eru af skornum skammti, við þekkjum öll þessa umræðu. Ágengni í þær veldur óstöðuleika víða og hefur skapað stríð líka. Væntingar til lífs og þau viðskiptamódel sem við höfum þróað hafa líka svolítið ýtt undir þetta. Það að segja þegar að fókusinn gaggjart bara á hagnað, alveg sama hverjar samfélagslegar afleiðingarnar eru, þetta þekkjum við úr forsögunni. Tímarnir eru að breytast hratt og bara það að búa til vélmenni krefst
Vélmenni krefst þverfaglegrar samvinnu. Þverfagleg samvinna svo mikið lykilorð í þessu öllu. Þessi setning sem hérna upp á glæru, 65% skólakrakka í dag eftir að vinna störf í framtíðinni sem ekki verið fundin upp. Þetta var gefið út í MacArthur skýrslu menntun og tækni á 21. öldinni fyrir það bil 7 árum síðan og það veit enginn hvað framtíðin byrjar skautið sér, það veit enginn hvernig raunveruleiki verður eftir 1 ár eða 10 ár og þetta á ekkert bara við krakkan okkur, þetta á líka við okkur. Þannig að það svo margt sem við þurfum að hafa í huga í þessu málum. Þetta tengist líka stjórnsýslu, umbylting, röskun á stjórnsýslu til að efla og bæta og færa stjórnsýslu nær íbúum. Fólki víða finnst það aftengt bæði stjórnmálafólki og opinberri þjónustu og nýsköpun sem á sér stað í opinberri stjórnsýslu, hún gengur út á þetta, færa hana nær íbúum, gera sig meira gildandi, vera meira viðeigandi, hagræða og færa sig upp í takt við tímann. Og það að skapast, það eitt af því sem að kannski, ég var í viðtali í morgun á morgunvaktinni hjá honum Óðni og hann var að spyrja mig hverja áhyggjurnar í tengstu allar þessa þróun. Auðvitað fullt til að hafa áhyggjur af, en það líka fullt til að vera full tilökunar yfir. En kannski það sem að mér finnst, ég svona pínu uggandi yfir, að mér svo mikið misræmi oft á tíðum á milli hraðan sem felst í tækninni og vísindauppgötvunum og svo hins vegar getu kerfana okkar og stofnana til þess að halda í við þennan hraða. Það svona hriktir í stoðunum og það skiptir svo miklu máli að hafa sterka innviði og sterkar stofnanir líka í þessari þróun. Það svona eins og bara að hafa sterkar rætur sem einstaklingur eða tré. Mér langaði bara rétt að sýna ykkur. Ég í sérfræðingaráði hjá World Economic Forum í nokkrum málaflokkum. Þetta mynd af innri vef, þetta eitt af þessum svona skapalónum sem við notum til þess að einhvern veginn að rýna í þessar miklu breytingar og flækjustigið sem eiga sér stað. 4. iðnbyltingin, svona nánustu hlutur sem að hún hefur áhrif á, þið sjáu það hérna, það siðferði og sjálfsmynd. Við erum kannski ekki oft endilega að tala það þegar við tölum 4. iðnbyltinguna. Það sveigjanleg ríkisstjórnun. Stjórnsýslan þarf að vera sveigjanleg og hreyfa sig tiltölulega hratt. Það öryggi átök, af því að 4. iðnbyltingin hefur bein áhrif á öryggi og átök. Business disruption. Disruption orð sem ég búin að reyna að finna þýðingu yfir. Þórhildur Þorleifsdóttir kom með ágætis þýðingu sem bara truflun. Það eitthvað sem truflar kerfin okkar, þetta einfalt gott orð. Svo það nýsköpun og framleiðsluaðferðir og svo framleiðis. Vinnustaðurinn og atvinnusköpun. Hérna sjáum við félagsleg vernd gríðarlega mikilvæg stoð í þeirri þróun. Að þjálfa fólk í nýrri getu og tækni mikilvægt. Við einblínum stundum svolítið á það. Það mjög mikilvægt að hafa huga með það, en það svo margt annað sem kemur inn í þetta. Breytingar störfum og hæfniskröfum. Það gríðarlega vaxandi áhersla á frumkvöðlastarf. Fólk sem að skapa sér eigin vinnu. Það búið að vera vaxandi þáttur ekki síst eftir að Austur-Evrópa og fyrrverandi Sovétríkin breyttust úr því að vera miðlægur markaðsbúskapur í frjáls viðskipti og svo framvegis. Svo það innovation, nýsköpun. Við þýðum innovation sem nýsköpun á íslensku. Við sjáum að tæknileg nýsköpun þarna einn af 5 þáttum. Nýsköpun hjá yfirvöldum annar þáttur. Kerfi sem að hjálpa okkur að skapa upp á nýtt og hugsa upp á nýtt. Viðskiptamódel, þurfum að hugsa þau upp á nýtt. Og svo það innovation for social ends and means. Og þar eru við sameinuð í þessum málaflokki í dag. Rétt að nefna þetta. World Economic Forum spáir því árið 2020 sem bara morgun að þá verði þetta eftirsóttustu hæfniskröfurnar og þetta að risastórum hluta tilkomið út af tækniþróun. Getan til þess að leysa flókin úrlausnarefni. Þar sameinum við svo sannarlega saman tæknivísindi, rökhugsun og annað. Síðan það skapandi hugsun og gagnrýnin hugsun. Mikil áhersla á svona mjúka hæfni, soft skills líka í menntun. Stóra tíð, það mikilvægt að hafa í huga. Þetta í rauninni fjallar að það rosalega gott að hafa sérhæfingu á einhverju sviði
og súlan lóðrétta, hún getur verið fleiri en ein, sérhæfing á 1, 2, 3 sviðum, flott, en það mikilvægt að hafa breiðan þekkingargrunn og það tengist í hversu óviss framtíðin og hversu margt í boði og hversu margar leiðir við getum farið. En hvað samfélagslegt frumkvöðlastarf? Hver sem getur verið frumkvöðull, samfélagslegu frumkvöðull. Það sem einkennir samfélagslega frumkvöðul að hann eða hún lítur á umbætur í samfélaginu sem hluta að eigin ferðalagi eða árangri. Mér finnst þetta svo fín bara lýsing á þessu og þetta segir Neyshude Duolo, ég kann ekkert að byrja þetta fram, sem fer fyrir Entrepreneurs Associate í Indlandi og bara rétt að segja ykkur sko, þetta félag það styður nýja kynslóð frumkvöðla í pólitískt óstöðugu og efnahagslega vanræktum norðausturhluta Indlands. Þetta bara til að tengja aftur saman frumkvöðlastarfið og pólitískan og efnahagslegan óstöðuleika. Samfélagslegt frumkvöðlastarf gengur út á að koma auga á einhvers konar áskoranir í samfélaginu eða skort á einhverju og reyna að mæta þeirri þörf. Sum viðskiptamódelin eru sjálfbær, önnur eru rekin á styrkjum, það bara mjög misjafnt, en allt byggir þetta á ferlum og svona grundvallarreglum sem eru í frumkvöðlastarfinu. Mér langar aðeins að segja ykkur frá þessu verkefni vegna þess að Vivek Maru sem forstjóri Namati, þetta eru samtök sem starfa í mjög gagngert í allavega 8 löndum en eru með regnhlífa samstarfi í það bil 150 löndum. Frábært dæmi samfélagslegt frumkvöðlastarf þar sem þau segja það að milljarðar manna njóta ekki verndar laganna og mannréttinda. Þeirra hlutverk þess vegna og síðustu 5 árum hafa þau stutt yfir 65.000 einstaklinga og fjölskyldur þeirra við að ná fram rétti sínum á sviðunum réttur til lands og umhverfis, hreins lofts eða vatns sem dæmi, aðgangur að heilbrigðisþjónustu og borgaraleg réttindi. Og þau eru að ná flottum árangri, þau eru með málsmetandi fólk í stjórn hjá sér og að langstæðstum hluta rekið á styrkjum. Aftur tenging við samfélagslega þætti, lögin eiga að vera tæki til breytinga, ekki tæki til að kúga. Því fleiri sem að þekkja lögin og geta notað þau, því minna hrætt verður fólk, því meira öryggi verður til. Við munum ekki sigrast á neinum af stórum áskorunum sem við horfumst í augu við ef lögin og kerfin virka bara fyrir valdamestu hópana. Og ég held að þetta eigi jafnvel bara við eiginlega bara í flestum stöðum í heiminum. Og þetta eitthvað sem við þurfum að hafa í huga líka varðandi þessa mikla þróun sem eiga sér stað í 4. iðnbyltingunni. Hvað þá samfélagsleg nýsköpun? Sko það ekkert alltaf auðvelt að greina milli samfélagslegt frumkvöðlastarf og samfélagslegar nýsköpunar. Ég var til dæmis í pallborðsumræðu í Yale háskóla fyrir rúma ári síðan með frumkvöðli frá Suður-Afríku og Indlandi. Og það fattaði ég svona í fyrsta skipti bara í orðfærunum og þegar maður var einhvern veginn að skilgreina þetta að þegar maður kemur frá velferðarsamfélagi þá eru mörkin ekkert alltaf eins skýr eins og þau eru kannski í samfélagi þar sem að réttur borgaranna ekkert alveg að virka sem skyldi og fátækt gríðarlega mikil. En hvað það? Þannig að það stundum svolítið svona grá mörk þarna á milli og þessir 2 þættir eiga margt sameiginlegt. En kannski mest afgerandi munurinn sá að frumkvöðlastarfið felur í sér að koma auga á og vinna í að bæta samfélagslega áskorun eða skort eins og ég sagði áðan. Samfélagsleg nýsköpun gerir það líka, en hún felur líka í sér röskun á þeim kerfum og leiðum sem til eru fyrir. Og ég ætla að taka bara lítið dæmi. Fyrir mörgum árum síðan þá voru umhverfisverndarsamtökin Greenpeace að vinna í því að finna leið til þess að reka ísskápa á þess að hafa eins umhverfisslæm áhrif, ef svo má orðið komast. Þau fóru í samstarfi í þýskt framleiðslufyrirtæki sem heitir Foron, settu á markaðinn tækni sem heitir Green Freeze, sem þýðir að frystirinn inn í ísskápnum, hann tekur minna til sín umhverfislega séð. Þeir fengu fyrirfram pantanir 70.000 og þetta gekk allt rosa vel. Síðan klárar Foron framleiðslu á 70.000 ísskápum og selur þá. Þetta slær í gegn. Það sem gerist hins vegar í kjölfarið að stór fyrirtæki
sem eru í þessum bransa, þau taka upp þessa hugmynd, Boss og fleiri fyrirtæki og fara að framleiða ísskápa alveg eins. Í dag eru 300 milljónir ísskapa sem nota Greenfreeze tæknina. Út frá svona samfélagslegu frumkvöðlasjónarmiði þá kannski voru þetta pínu mistök af því að fóran fór á hausinn og tæknin var bara endurtekin alls staðar og svona. En út frá nýsköpunarhugsuninni þá var þetta rosalega árangursfullt, árangursríkt. Vegna þess að þetta hafi burði til þess að umbreyta og trufla og breyta heilum iðnaði sem gengur út á að búa til ísskapa. Þannig að þetta er bara svona stigsmunur þarna milli og fínt dæmi. Hugvitsdrifin hagkerfi fjalla aukna frumkvöðlastarfsemi og nýsköpun og við búum á tímum þar sem að við horfum til hugvitsdrifna hagkerfa. Við sjáum það til dæmis bara í Íslandi hvað nýsköpun er orðin bara mikið umfjöllunarefni og við leggjum mikla áherslu á það í íslensku samfélagi í dag og þetta er leið til þess að koma betur fram við náttúruna og hvert annað og bæta samfélag. En þetta er líka svar við fjórðu iðnbyltingunni, þannig að þetta er alltaf ákveðið samtal og þessi þræðir eru algjörlega opnir saman. Þess vegna er eins og ég nefndi áðan nýsköpun að vera algengari í stjórnsýslum. Ég ætla bara að taka tvö lítil dæmi, sem sagt stjórnsýsla, einkafyrirtæki, ólíkar aðilar koma saman til þess að stuðla að einhvers konar nýsköpun. Það er til dæmis nýsköpunardeildir í bresku ríkisstjórninni, í Singapúr, Danmörku hefur með hugmyndaráðuneyti, það er í farvatninu hér á landi að vera með framtíðarnefnd í þinginu og svo innan forsætisráðuneytisins og svo framvegis. Þannig að öll erum við að endurhugsa þetta upp. Í Nýja-Sjálandi þá var til dæmis að maður talar stafræna væðingu, tækniþróun, bætta stjórnsýslu, betri upplifun af þjónustu af hálfu borgarana, að þá er Smart Start verkefni sem er sett á laggirnar í Nýja-Sjálandi, þar sem að nýbakaðir foreldrar fá aðgang að 55 þjónustuaðilum á einum stað. Spáið bara í breytingunni sem þetta hefur á þjónustukerfið, starfsfólkið og nýbakaða foreldra. Þetta er umbylting á kerfi. Síðan er annað sem er svolítið skemmtilegt að sýningu að við tölum stundum the Internet of Things eða internet hlutana og þetta er eitthvað svo abstrakt hugtak að það er ekki allir sem ná hausnum utan á þetta. Ég gerði það ekki fyrr en ég bara las mér meira til það. En varðandi heilbrigðistækni og lækningatækni að þá er búið að búa til svokallan IT-bra sem er brjóstarhaldari sem að við konur getum notað og gengið með og í honum er hitamælir. Og Internet of Things gengur þannig fyrir sig að það eru nemar víða samfélagi sem skila upplýsingum inn í eina stöð eða fleiri en eina stöð þar sem upplýsingarnar eru teknar saman. Konur geta notað þennan brjóstahaldara og þegar það verður hitamunur, óeðlilegur hitamunur í brjóstunum, að þá sendast upplýsingar til lækna. Læknin hefur samband við viðkomandi konu og hún er kölluð í skoðun. Þeir sem eru að framleiða þetta segja þetta sé áreiðanlegra heldur en brjóstamyndataka sem dæmi. Ég veit ekkert það, en svona er tæknin að gera þjónustuna aðgengilegri og vonandi að bæta lífsgæði okkar allra. Mér langaði svo að taka okkur í enn annað dæmi og þetta er kannski svona kemur að því hvernig renna þessi þræðir saman. Mér langar að segja ykkur frá Emotive fyrirtækinu sem á rætur sínar að rekja til Bandaríkjanna. Þetta er mynd af Tan Le sem er alveg mögnuð kona og frumkvöðull. Hún er fyrrverandi flóttamaður frá Víetnam, hefur alltaf haft frjótt hugmyndaflug og þegar hún er lítil stelpa 5 ára á bát með mömmu sín og systur ásamt 100 öðrum flóttamönnum, 5 nætur og 5 daga og fer svo í flóttamannabúðir í Ástralíu þar sem að voru rottur á stærð við kísur, allt í kringum hana, þá hún alltaf að segja mömmu sína, mamma, mér langar svo einn daginn að við getum fært til hluti með huganum. Og mammina hugsaði bara svo gott hún hafi svona frjótt hugmyndaflug til þess að aftengja sig frá þessum erfiðu aðstæðum sem við erum í og svona. En Tan Le, þegar hún búin að læra lög og vinna sér lögfræðingur, þá ákveður hún 21 ára gömul að stofna fyrirtæki sem gengur svolítið út af þessa hugsun. Að geta fært hluti, að geta gert hluti með heilanum og heilabylgjum. Og hún hugsaði með sér, við erum með þetta geggjaða tæki hérna inn í hausnum á okkur, heilan, og við vitum svo lítið hann, og hún segir það ennþá í dag, við vitum rosa lítið heilan, hvernig getum við virkað hann betur. Þannig að hún stofnar Emotive
Í móti var svona brautryðjandi og brjálæðislega gott dæmi sko neurotech, heilatækni, ég veit ekki alveg hvernig best að þýða það, þróun og nýsköpun og þau eru sem sagt, þú getur sem sagt keypt svona sem sagt, þetta fyrir vísindamenn, þetta kannski ekkert mest svalast til að ganga með svona dagstæðlega, en svo ertu með sko svona, ég með svona til dæmis í rúmgaflinn hjá mér, þetta mjög sniðugt. Ég nota það reyndar ekki neitt, en ég á það allavega. Þetta sem sagt, þú getur notað þennan svokallaða heilaskanna til þess að bara líða betur og bætt líðan þína og heila heilsu. Þú getur stýrt hugsanirðinum betur með þessum heilaskanna. Þetta mikið notað í rannsóknir og menntun. Hún hefur til dæmis skannað á mér heilan og svo jafnvægi milli hægra og vinstra heilahvelfseiginleika. Þetta allt saman mjög fróðlegt. Svo stendur innsýn fyrir neytendur. Þannig að það margt hægt að gera með þessu. Með þessum heilaskanna getur fólk stýrt tölvuleikjum og það mjög vinsælt. En það sem svo áhugavert út frá samfélagslegu sjónarmiði að þessir heilaskannar eru líka notaðir fyrir fólk sem að stríði við einhvers konar fötlun, getur til dæmis ekki skrifað e-maila, þá getur það hugsað e-maila og þeir sendast. Þeir geta stýrt tölvuleikjum með huganum. Og svo framvegis. Í fyrra þá fór Tanli til Argentínu og hún situr við borð í hittifyrra með manni sem situr á mótinu og hann í hjólastól og kemur ljós, hann lamaður fyrir neðan háls. Þau taka tal saman og hann fer að segja henni frá því að hann sem sagt var skotinn í hálsinn fyrir 20 árum síðan þegar bílnum hans var rænt í Brasilíu, hefur verið lamaður síðan. Í dag samfélagslegu frumkvöðl, rekur stór samtök í Brasilíu sem ganga út af það að bjóða upp á góða menntun fyrir alla krakka sem stríða við hverskins fötlun. Hún mjög áhugasöm og svo henni sagt á því að sama kvöldinu að hann fyrsti maðurinn til þess að keyra Formúlu 1 bíl á Hugarorkunni einnig saman, sem alveg magnað. Stórkostlegt verkefni og hann segir já. Við komumst að því að það hefur verið að framleiða svona heilaskanna með 16 rásum, hún kannast nú eitthvað við það. Og hans lið og hann byggu til hugbúnaðarkerfi kringum það svo að hann geti stýrt bílnum með huganum. Ég held að verið þegar hann ætlar að beða til hægri þá hugsar hann að hann sé að skora mark eða eitthvað. Þú veist, þetta alveg magnað. Þegar hann beði til vinstri þá er einhver önnur hugsun sem hann framkallar og bílnum stýrt í takti það. Þannig þetta alveg magnað. Og Tan sagði þú veist, ég alltaf hugsað maður geti fært til hluti með hugarorkunni. Ég hef aldrei dottið í hug maður geti keyrt Formúlu 1 bíl með uppgötvuninni minni. En svona til að draga þetta saman í lokin, fjórða iðnbyltingin, hugvitsdrifin hagkerfi eru að umbreyta vinnumarkaði, lífum okkar og samfélagi. Hvort þessi þróun verði félagslega ójöfn eða jöfn, sanngirni eða ekki, bara í okkar höndum. Yfirvöld og stjórnsýsla, það krafa við þurfum að vinna meira saman og þvert á, við þurfum að hreyfa okkur hraðar, við þurfum að endurhugsa skólakerfin, við þurfum öll að takast á við loftslagsbreytingar, ójöfnuð, endurhugsa lífeyrissjóðskerfi og svo framvegis. Það gríðarleg þörf fyrir samfélagslega frumkvöðla og samfélagslega nýsköpun og kannski emotíft dæmi sem ég var að nefna, það dæmi eitthvað sem að hluta til rekið fyrir hagnað. Þetta algjörlega vísindaleg uppgötvun, tæknileg uppgötvun, en margfeldisáhrifin eru þannig að það að nýta þetta til að bæta fólks ólíka hætti, samfélagslegi frumkvöðlar nota þetta til að bæta líf annarra og þið sjáu bara margfeldisáhrifin sem þetta hefur. Og það mun alltaf vera viðskiptamódelin sem við förum að líta meira og meira til og kannski þurfum við bara svolítið að finna nýtt nafn yfir hagkerfin sem við erum að styðjast við. Þessi myndi bara að við skulum ekki vera sofandi eða feigðarósi í rauninni. Við þurfum bara að vakna og vera æsti að takast á við þessa þróun og vinna þetta saman og gera þetta allt vel. Hættum að vera í boxum, þetta bara búið. Hættum því bara, vinnum meira saman, tölum meira saman. Þetta allt okkar sameiginlegt. Í nýsköpun virkar það ekkert endilega að halda öllu leyndu. Við erum að deila meira, ræða meira saman til þess að geta skapa hér fallegt og gott og frjótt samfélag. Og já, takk fyrir mig.
og ég þakka Hrund kærlega fyrir. Af því við fórum aðeins fram úr tíma með þessu sem að ég held að hafi verið algjörlega þess virði, þá erum við að hugsa að gera þetta þannig að spurningar sem þið hafið til Hrundar og eitthvað sem þið viljið ræða við hana getum við gert í kaffipásunni. Ég vona að þið samþykkið þessa litlu breytingu á dagskráni þó ég viti vel að þið séuð öll komin vel á stað í huganum núna með alls kyns spurningar og vangaveltur. En næsti liður á dagskrá að fá hann Hannes frá Nýsköpunarmiðstöð til að segja okkur svolítið frá því hvernig við sjáum þetta verkefni okkar, snjallræði. Það ætlar að lýsa því svolítið fyrir okkur hvað þetta fyrirbæri í rauninni Gjörðu svo vel, Hannes. Komið sæl. Takk fyrir þetta, Pía. Hannes heiti ég og Ottórsson og sem sagt verkefnisstjóri hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Og Nýsköpunarmiðstöð Íslands hefur komið að þessu verkefni aðalega tengt viðskiptahraðli sem byggir sem sagt á samfélagslegri nýsköpun sem verður haldin í haust. Og þess vegna ætla ég aðalega að segja ykkur frá því verkefni, en nokkur orð Nýsköpunarmiðstöð. Ég ætla að vona að þið þekkið Nýsköpunarmiðstöð sem allra flest, en við erum semst aðallega í að smíða geimflaugar. En það sem sagt flestir í tækniþróun hjá Nýsköpunarmiðstöð en örfá erum við í viðskiptaþróun. Og í mínum huga í rauninni nýsköpun eða það að skilgreina nýsköpun tiltölulega einfalt. Það gengur hreinlega út af það að það einhverjar nýjar lausnir, en oft vill fólk vera upptekið af nýju lausnunum eins og kannski í þessu tilfelli að tala að smíða geimflaugar. Það þarf líka að vera þörf og það þarf að vera uppfylla einhverja þörf og það þarf að vera markaður. Það þarf að vera að leysa einhver vandamál. Þannig að nýsköpun í mínum huga hreinlega bara nýjar lausnir, en það þarf að vera þörf fyrir lausnirnar og það þarf að vera að leysa eitthvað sem einhver markaður fyrir. Þess vegna aftur í mínum huga samfélagsleg nýsköpun kannski ekki mjög frábrugðin bara klassískri nýsköpun. Það verið að búa til einhverjar lausnir og það einhver markaður fyrir þessar lausnir. En auðvitað þær keyrðar áfram af samfélagslegum gildum sem kannski svona helsti munurinn. En þá nokkur orð bara hraðalinn. Snjallræði, viðskiptahraðall, samfélagslega nýsköpun og svona við höfum rætt þetta á vinnufundum sem orðið samfélagshraðall hefur komið upp og einhver hefur sagt höfum við virkilega þörf á því, ekki nógu mikill hraði í samfélaginu þegar, en það gengur nú ekki alveg út á það. Sem sagt, hvað viðskiptahraðall? Fyrir þá sem vita það ekki, þá hafa verið reknir hér árangursríkir viðskiptahraðlar síðustu ár eins og Startup Reykjavík, Startup Energy, Startup Tourism. Og þessi viðskiptahraðall okkar ekki að miklu leyti frábrugðin því nema þessi áhersla á samfélagslega drifna nýsköpun. Og svona eitt mikilvægasti þáttur í slíkum viðskiptahraðlum hópur mentora sem kemur að. Og í okkar tilfelli mun það vera fólk sem kannski ekki alveg þessi klassísku viðskiptamókular sem hafa verið, heldur meira sem fólk sem hefur verið tekið þátt í samfélagslegum verkefnum og nýsköpun. Og það mun bæði svona vera þekkt nöfn og minna þekkt í bland. Auður segir okkur hérna nánar frá því og eftir. Viðskiptahraðall, eins og nafni gefur til kynna, gengur út á það að hraða hugmynd á markað. Þannig að á ensku accelerator, business accelerator, hröðun og allt gengur þetta út á verðmætasköpun í þjóðfélaginu. Hvar? Við ætlum að halda hraðalinn í húsi skapandi greina við Hlemm sem frumkvöðlasetur Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Og hvenar? Hann verður haldinn byrjar daginn eftir ráðstefnuna ykkar sem verður þá væntanlega 11.10. Og verður sem sagt nær yfir 7 vikur. Og hvað verður gert á þessum 7 vikum? Hvernig verður þetta?
eins og ég talaði áðan verður þetta tiltölulega svipað og þessi viðskiptahallar sem hafa verið. Það munir sem sagt vera valin þarna inn teymi, 7 teymi í 7 vikur. Hvert þessara teyma mun fá 700.000 krónur til ráðstöfunar til þess að geta losa sig úr öðrum verkefnum lífsins til þess að geta einbeitt sér að þessu 7 vikna tímabili. Og 2,5 dagar í viku af þessum 7 vikum, sem sagt 7 skipti munu vera svona fræðsla og leiðsögn og þar sem munu vera farið í viðskiptamódeli, sölu- og markaðsmál, verkefnastjórnun, framkvæmdina, fjármál og endað í fjárfestakynningu sem að mun kannski vera svona aðeins með öðrum sniði heldur en vera svona minna viðskiptadrifin og mun þarna hugsanlega vera sem sagt í frekar heldur en svona venjulegar fjárfestakynningar mun það vera jafnvel aðilar eins og Reykjavíkurborg og opinberir aðilar, félagasamtök og aðrir sem gætu sýnt þessum hugmyndum áhuga. Þannig að og svo munu þessi 7 teymi sem að getur verið sem sagt allt frá einum einstaklingi upp í nokkra einstaklingi hvert teymi fá aðgang að 20 manna hópi mentora sem að munu vera sérfræðingar í samfélagslegri nýsköpun og hafa reynslu af samfélagslegri nýsköpun. Og fyrir hverja þetta? Þannig að það kannski mjög viðeigandi á Hrund sem að gera það mjög frábæran hátt að útskýra fyrir ykkur samfélagslega nýsköpun á breiðum grunni og engin ástæða til að bæta neinu við þá tæmandi umfjöllun. Og þetta auðvitað fyrir teymi sem að vinna samfélagslega nýsköpun. Og þess vegna mitt svo viðeigandi að við erum með hér núna næst á dagskrá nokkra frumkvöðla, samfélagslega frumkvöðla sem ætla að segja okkur frá sínum verkefnum og gefa okkur þá betri hugmynd það nákvæmlega hvers konar fólk ætti að eiga erindi í Hraðalinn. Það var allt það sem ég vildi segja og ég tilbúin að taka spurningar þá bara í lokin eða eins og fundarstjóri vill hafa það. Já, ég held ég vísa öllum spurningum í kaffipásuna. Útrúlega dónalegt, ég veit það. Takk fyrir það. Ég að reyna að halda rosalegu dampi í þessari fundarstjórn. Ég vona að þið séu mjög impressti við því. Nú, örkynningar næsta dagskrá hjá okkur. Við höfum sem sagt fengið til liðs við okkur eins og Hannes hefur nefnt og Hrund sömuleiðis nokkra frumkvöðla til þess að segja frá sínum ótrúlega flottu verkefnum. Og þessar kynningar verða örstuttar en tækifæri mun sem sagt gefast til þess að spjalla í kaffipásunni. Fyrir kaffi ætlum við að biðja þau að búa Bjartmar Aðalsteinsson sem í samstarfi við Litlahraun að veita föngum reynslu sem getur nýst þeim eftir afplánun og hjálpa þeim að fóta sig á nýsamfélaginu og svo Kristínu Soffíu Þorsteinsdóttur sem vann útskriftarverkefni sitt frá Listaháskólanum út frá reynslu sinni af því að takast á við brjóstakrabbamein og hannaði sundból sem hún segir okkur betur frá hér á eftir. Fyrstu kemur Búi og svo Kristín Soffía, gjörið þið svo vel. Ég veifa bara þegar það komið 5 mínútur. Já, ekki málið. Komið sæl. Hæ. Hæ. Hvað segið þið? Heyrðu, ég ætla að segja ykkur frá verkefni sem ég að vinna að. Það þetta hérna? Nei. Engar áhyggjur. Ég að vinna í þessu. Heyrðu, já, þetta sem sagt já, þetta verkefni sem að ég búinn að vera að vinna núna í kannski 2 ár og þetta verkefni sem byrjaði sem kúrs upp í Listaháskóla þar sem að ég var sem sagt beðinn að taka að mér kennslu í kúrs sem að bar vinnuheitið staðbundin framleiðsla og þetta var verkefni sem búið að vera í gangi í smá tíma og það voru svona ekki sérlega mörg verkefni sem höfðu komist áfram og þetta hafði verið unnið í samstarfi við svona hefðbundin framleiðslufyrirtæki á Íslandi og ástæðan einfaldlega sú að fá fyrirtæki sem að
kannski nýta hönnun sem svona burðarás í sinni starfsemi þó það séu nokkrar undantekningar á því. En ég ætla að tala meira svona framhaldsverkefni sem verður til út frá þessum kursi og við fengum styrk frá Nýsköpunarsjóði námsmanna, þannig að við höfum tækifæri til þess að hafa 3 starfsnema sem að unnum með okkur og þetta voru þá 3 hönnuðir ásamt Litlahrauni sem að voru svona stóðirnar að þessu verkefni sem ber nafnið Stússa í steininu. Og þá eru rauninni bara hönnuðirnir og hönnunarnemarnir sem eru að þróa verkefni, þróa leiðbeiningar, velja hráefni og tól fyrir þessi starfsemi og svo hins vegar Litlahraun sem er þá að útvega í rauninni vinnuaflið, aðstöðun og tólin sem að hægt er að nota. Og hérna svona kannski yfirlit yfir, myndi þetta ekki geta heitið flæðiritt? En þá er svona kannski aðal áherslan eða svona grunnurinn að þessu verkefni er bætt betrun í íslenskum fangelsum og það er svona það sem við erum að reyna að gera. Það er náttúrulega alveg óheyrilega flókið mál en það er svona kannski svona stóri draumurinn að þetta verkefni geta allavega orðið hluti að einhvers konar lausn til þess. En til þess að fást við þetta verkefni þá byggum við til kannski svona skammtíma markmið, eitthvað sem við getum unnið að í dag og þá lögðum við aðaláhersluna á starfsánægju, að það væri gaman að vinna þessi verkefni sem væri í fangelsinu, af því að þau verkefni sem eru nú þegar aðgengileg fyrir fanga kannski falla ekki undir þann flokk að veita mikla starfsánægju. Einnig vildum við að þetta væri framkvæmanlegt, þetta væri eitthvað sem við getum gert í dag. Þannig að við erum ekki þetta eru ekki verkefni sem krefjast mikilla fjárfestinga í innviðum, heldur þetta verkefni sem bara hægt að keyra af stað. En til þess að það sé hægt, það þarf líka að taka mið af færni þeirra sem vinna verkefnin og síðan til þess að það sé hægt, þá þurfum við að gera og skapa leiðbeiningar og leiðsögn þannig að þetta sé hægt. Og það eru fjölmargar skorður inn í þessu kerfi og hérna eru kannski bara nokkrar, en það er kannski fyrst og fremst hæfnin að margir sem eru í fangelsi hafa ekki mikla reynslu í verklegum greinum, þannig að það er vandamál sem þarf að leysa og svo hins vegar er það kennsla, að það er mjög takmörkuð tækifæri til að kenna verkferni innan fangelsa og þannig að við höfum reynt að nálgast það með því að búa til leiðbeiningar, að skapa verkefni sem það sem mest áherslan er lögð á leiðbeiningarnar. Það er að segja að við sem hönnuðir leggjum til leiðbeiningar sem gera verkefnin einföld og framkvæmanleg, jafnvel þó að það sé ekki starfskraftar til þess að liðsinna hverjum einum fanga í sinni vinnu. Og svo ofan á þetta leggjast svona samkeppnislög að við megum ekki þróa verkefni sem í beinni samkeppni við framleiðslu á Íslandi. Þannig að þetta býr til svona hrærigraut af forsendum sem við höfum reynt að vinna innan. Og auk þess teljum við rosa mikilvægt í þessu verkefni að efla vitundavakningu, það er að segja að fólk í samfélaginu sé meðvitað hvað við gerum fyrir fanga og hvernig vinnu við bjóðum upp á fyrir þá fanga sem við síðan vonumst til að komi endurbættir út í samfélagið. Með þessu verkefni geta skapast tekjur og allar tekjur sem skapast í verkefninu geta þá haldið áfram og byggt upp, að renna beint inn í verkefni til áframhaldandi uppbyggingar og þá getur komið aukin svona innviði og þá mögulega flóknari verkefni. Og svo kannski síðast en ekki síst að skapa jákvæða umfjöllun verkefni fanga af því að mikið af umfjölluninni er mjög neikvæð. Og þetta er svona kannski stóri draumurinn, það er að vinnustofurnar geti þjónusta fangelsi sem eiginlegur milliliður frá vistin í fangelsi og út í samfélagið. Og þetta er kannski mjög stór vandi er aðlögun fanga eftir að vist lýkur og margir sem finna engin tækifæri eftir að vistin lýkur og fara þá aftur að gera dót sem að þeir mega ekki gera. Og hérna ætla ég kannski bara svona að renna yfir nokkra myndir úr þessu ferli. Við erum alltaf að vinna mikið af prótótípum og verkefnum sem eru kannski ekkert ný af nálinni en eins og kannski mögulega mjög gott dæmi verkefni er einmitt
þetta taflsett. Í rauninni eina flækjustigið í þessu taflsetti eru samsetningarnar. Í settinu eru í heild held ég 9 einstakir hlutir og til þess þarf 2 verkfæri til þess að framleiða einstöku hlutina. En flækjustigið kemur í rauninni í samsetningunni. Þannig að þarna erum við að reyna að gera verkefni sem svona tiltölulega skapandi, skemmtilegt að vinna að, ekki of einhæft, en þú þarft ekki gífurlega færni til þess að framleiða í hlutina og svo eru þessi leiðbeiningarnar aðstoðað við samsetninguna. Og það mjög gaman að fyrstu verkefni sem eru til síðasta sumar fór í framleiðslu upp í Litlahrauni síðasta haust. Það sem voru framleiddir bæði bílar og sippubönd og klukkur. Og hérna sjáum við nokkra myndir frá framleiðsluferlinu. Og svo núna í mars vorum við með sýningu á Hönnunarmars og sýndum nokkrar af þeim afurðum sem hafa komið út úr þessu samstarfsverkefni. Og þetta verkefni núna aftur að fara á stað í sumar, þar sem við vinnum fleiri verkefni. Og það þá kannski líka vonin að þarna verði vöruþróun sem við stuðlum að, þannig að vinnustofurnar geti þá verið reknar eins og hefðbundin framleiðsla, þar að segja að það verði til ný verkefni, en með þá þeirri stóru breytu að tekjumarkmiðið ekki stærst, heldur endurmenntun, þjálfun og færni og starfsánægja. Já, ég held að ég sé bara búinn. Takk fyrir mig. Góðan daginn. Ég heiti Kristín Sofía Þorsteinsdóttir og var að útskrifast sem vöruhönnuður. Já, kannski tala hérna. Og mig langar að segja ykkur aðeins frá lokaverkefninu mínu. Ég hafði í BR-ritgerðinni minni skrifað líðan fólks og upplifun þeirra á spítölum og svo þegar þetta ferli hófst núna í lokaverkefnið þá langaði mig til að halda eitthvað áfram á þessari braut og mig langaði að gera helst eitthvað gagnlegt. Mig langaði til þess að vinna með fólki og fyrir fólk. Það fólk sem þurfti að myndi nota hönnunina mína. Ég byrjaði á því að tala við fullt af konum sem höfðu greinst með brjóstakrabbamein og farið í brjóstnám eða fleikskurð vegna þessa krabbameins. Og ég talaði við þær bara heima hjá þeim sem voru bara ein og ein og svo fór ég í ljósið og talaði við hópa af konum og það sem vakti mikla athygli hjá mér var að hvað þeim fannst mikilvægt að vera með bæði brjóstin. Og það töluðu mikið það hvað þær væru ekki konurnar sem þær vildu vera án þess að vera með bæði brjóstin. Og voru tilbúin til þess að fara í erfiðar og miklar aðgerðir, sársaukafullar aðgerðir, til þess að fá bæði brjóstin, til þess að fara í þessar uppbyggingar. En svo var ein kona sem stóð út úr hópnum þegar ég var eitt skipti í ljósinu og vorum að tala saman 10 konur og þær búin að lýsa þessu fjálglega hvað þetta væri mikið mál fyrir þær að fá að fara sem fyrst í uppbyggingu. Og þá satt þessi kona við hliðina á mér, hún Olga, og sagði mér það að hún var svo eina í hópnum og svo eina sem ég hefði talað við í gegnum allt ferlið sem hafði greinst aftur með krabbamein, var komið með meinvörp, með ólæknandi krabbamein og á því ekki kostaði að fara í uppbyggingu. Hún mun bara vera einbristingur, eins og hún orðar það,
það sem eftir og hún hafði líka látið setja tattoo yfir örið þar sem hún sagði hann langaði til þess að breyta þessari erfiðu lífsreynslu eða því ljóta þess að hún sagði sem að hún hefur gengið gegnum yfir í eitthvað fallegt og hann langar til þess að sýna þessa mynd og hún fer í sund hverjum degi og hafði haft samband við saumakonur og fatahönnuði til þess að fá það til að hjálpa sér við að gera sundból handa sér sem myndi hjálpa henni við að fara í laugina því hún hafði alltaf verið í svona venjulegum sundból þar sem gert ráð fyrir brjóstum og hún hafði alltaf sett gervibrjóstið innan í og oftar en einu sinni lenti að finna gervibrjóstið á botninum á lauginni eða fast við baki á sér eða hárinu eða einhvers staðar þar sem það átti ekki vera og þetta náttúrulega alveg ótækt þannig að við ákvaðum að vinna saman og við fórum að teikna og skoða og ræða meira saman hvernig myndi henta henni best og öðrum konum sem að búa við þetta líkamsástand og hann langaði til þess að sýna myndina sína sem stendur fyrir þessa miklu lífsreynslu og hann þurfti líka að fara vel á líkamannum en þegar við fórum að tala meira saman þá kemur í ljós að þessi bólur miklu meira en bara praktískur bólur til að synda í. Hann auðvitað tól eða tæki fyrir hana til þess að sýna hver hún og vill vera, hafa kannski áhrif á samfélagið, pínlítið, sýna bara fegurðina í því að vera eins og maður og óttaleysið þannig að en hann reyndar ef að þið sjáu hann einhvers staðar þá var hann stolið hérna í hreyfingu eftir eina sundferðina en ég búin að fá myndir af henni senda á mörgum stöðum í heiminum og hún búin að vera í honum hérna í vor út allt á mörgum stöndum en hann vantar hana samt eða þið sjáu hann hérna. Ef það einhver kona einhvers staðar með eitt brjóstið úti jafnvel því að hann náttúrulega ekki það ekki margir sem geta nota hann það látið mig vita Takk fyrir Við eigum 3 örkynningar eftir og fyrst fáum við hann Rúnar Unnþórsson sem prófessor í véla- og iðnaðarverkfræði við HÍ sem segja frá skinnbeltinu og jafnvel einhverju öðru verkefni líka, ég veit ekki einu sinni hvað það Síðan kemur Snjólaug Ólafsdóttir sem umhverfisverkfræðingur og stofnandi andrýmisráðgjafar sem hefur það að markmiði að auka umhverfisvitund fyrirtækja, stofnana, sveitarfélaga og einstaklinga og að lokum kemur Eyþór Máni Steinarsson sem einn af sigurvegurum borgarhaggsins í ár en hugmyndin felur í sér snjallforrit sem virkar kraft borgarbúa í þágu okkar allra. Þau koma hér hvert á fætur öðru og ég mun náttúrulega veifa dólgslega þegar þau eru komin að tímamörkum, en gerðu svo vel. Bara veifar. Já. Já, sæl öll sömul, ég heiti Rúnar Unnþórsson, svo ég endurtaki það. Prófessor við, ég segjum bara verkfræði, en ég hef svona engin bandarís þannig séð. Við Háskóla Íslands. Þegar við beðnum að tala hérna, þá var ég settur í þá vondu stöðu að það að fara að velja á milli verkefnina mína. Þetta svo, það að velja á milli barnanna sinna. Maður búin að fjárfesta tíma og hugmyndum, þannig að það erfitt. Þannig að ég smá leyfi til að tala 2 verkefni. Fyrra verkefni sem ég langar bara að segja örstutt frá, sem snýr að sorpförgun. Lífrænn úrgangur, það alltaf verið að setja strangari og strangari kröfur á urðun á lífrænum úrgangi og næstu árin verður það bannað að urða. Þannig að við erum að vinna að lausn fyrir lítil samfélög þannig að ekki þurfi til dæmis eins og Kirkjubæjarklaustur og Vestmannaeyjum að keyra 100 kílómetra með rusl til þess að annaðhvort urða það eða brenna það með tilheyrandi mengun. Við erum að þróa litla lausn fyrir lítil samfélög þar sem við getum fargað ruslinu á sama tíma búið til heitt vatn og rafmagn. Og þetta svona fyrir lítil samfélög, lítil þorp, jafnvel
bóndabíli og annað. Þetta sem ég vildi segja eitt verkefni, við erum að vinna í ruslinu líka, sko. Verkefni sem ég ætlaði upphaflega að segja frá og mun segja núna frá. Ég hérna með, við höfum hannað belti og beltið okkar rauninni, þetta svona belti til þess að miðla upplýsingum til notenda. Þetta rauninni viðmót við tölvubúnað. Þetta getur verið farsímar, getur verið PC-tölvur, getur verið hvaða tölvubúnað. Svipað eins og heyrnartól og tölvuskjáir. Nema, þetta veitir upplýsingar gegnum titring. Þannig við erum að nota stærsta líffæri líkamanns, húðina, til þess að taka við upplýsingum. Og við erum svo sem vönði gegnum puttan okkar og alls konar. Það er spurningin, af hverju? Af hverju erum við að bæta þessu við? Jú, það eru oft tilfelli þar sem að sjónin skerðist eða heyrnin. Alls konar tilfelli. Ýktustu dæmin er fólk sem verður blind eða fólk sem verður heyrnarlaust. Síðan erum við með fólk sem er með skerta sjón og skerta heyrn. Þetta belti var hannað í verkefni sem var styrkt af Evrópusambandinu, þar sem við vorum hannað laust fyrir blinda einstaklinga að ferðast í umhverfinu, skynja umhverfið og ferðast í því. Og við miðlum upplýsingum með hljóði og svo svona titringsbelti. En þetta titringsbelti er hægt að nota í meira. Við erum reyndar núna með áframhaldandi styrk frá Rannís til þess að þróa þetta belti og það sem við höfum komið uppgötvað, það eru þetta skynvillur þarna alveg eins og við getum verið með sjónvillur. Þannig að ef við ætlum að nota þetta frekar þá þurfum við átt okkur á því hvers konar villur geta orðið komið upp. Fyrir heyrnarskerta þá erum við að fara af stað með verkefni þar sem að fólk sem hefur fengið kuðungsígræðslu að hjálpa þeim að upplifa tónlist betur. Þess að smáatriðin í tónlistinni hverfa. Kuðungsígræðsla hjálpa við talamál mjög vel en ekki eins vel við tónlistina. Og við vitum öll að smáatriðin í tónlistinni. Þetta nýtist líka fólki sem að tímabundið verður fyrir sjónskerðingu eða heyrnarskerðingu. Og dæmi það væri til dæmis brunamenn eða reykkafarar sem að þurfa að fara inn þar sem að þið sjá ekki neitt. Og þá er hægt að nota svona belti til þess að veita þeim upplýsingar án þess að trufla það sem þið nota nú þegar. Þannig að ef þeir eru að taka við upplýsingar gegnum eyrun þá viljum við ekki fara að setja meira upplýsingar þar. En við höfum tæki sem við getum mögulega veitt ekstra upplýsingar. Sama með fólk sem vinnur í miklum hávaða, við getum sagt gott dæmi verið bara einhver öryggisvörður á tónleikum. Ef við viljum að hann fengi ekstra upplýsingar þá getur fengið það gegnum titring í gegnum magan á sér. Og við völdum magan, við skoðum alls konar staði, hanska og annað sko. Við vorum að vinna með blinda og þeir vildu ekkert fá ekstra dót á hendunum. Þeir eru haldandi á farsímanum sínum, þeir eru með hvítastafinn, þeir þurfa að lesa blindraletur hér og þar. Þannig að ekstra dót á höndunum var ekki sniðugt. Þannig að við völdum magan sem er tiltölulega lítið áreiti á maganum. En því miður er lítil upplausn á maganum. Þessi við erum með mest upplausn í fingurgómunum, en það er tiltölulega gróf upplausn á maganum. Þannig að við getum ekki raðað mjög þétt mótornum sem ég ætla að sýna ykkur eitt smástund mótornum. Síðan má nota þetta í leikjum. Alltaf afþreng. Og það er til leiki núna þar sem við erum í sýndarveruleikan, við viljum fá meiri raunveruleika í allt saman, þannig að fá titring ef einhver, þetta er meira nutin af þessum öllu leikjum er að skjóta einhvern, þannig að ef einhver er skotin þá færum titringin hér. En það er svona meira afþrengarefni. Belti sjálft, það er samsett af mótorum. Við erum með 60 mótora. Og þetta er frumgerð, þetta er þriðja frumgerðin okkar, við erum bara, hver frumgerð tekur rosalega breytingum. Það sem við þurftum auðvitað að hafa þetta mjög sveigjanlegt, við gerðum okkar góðu tilraun til þess að hafa þetta teygjanlegt, lentum í smá vandræðum þar, en það er ekki endilega sagt að það sé ekki hægt. Við erum með 60 mótora og við getum stjórnað hverju mótor fyrir sig. Þannig að ef við setjum þetta hérna á magan okkur, og rauninni beltið er þannig að þetta er svona one size fits all, svo þegar við erum rannsóknarverkefnum þá þurfum við alls konar fólk með okkur. Þá setjum við mótorinn hérna framan á og svo eru bara teygjanlegt efni hér og við setjum þetta svona hérna og þá er viðkomandi komið með mótorinn á sig.
En við getum stjórnað að segja hverju mótor fyrir sig, þannig að við getum slökkt á hvert af þeim. Þannig að við getum látið að vera þannig að til dæmis kveikjum þessum, slökkum síðan, kveikjum þessum, svo þessum, þannig að við getum eins og þú segja að teikna á magan á okkur. Við getum búin að áskrifa tákna á magan á okkur. Bara með þessum 60 mótorum getum við gert alveg ógrynni af upplýsingum. Og það er þetta hanna rauninni getur sagt tungumál. Hvernig viljum við rauninni miðla upplýsingunum? Það er þetta stærsti höfuðverkurinn sem við vorum að fást við. Og munum halda áfram að fást við. En þið sjáu kannski að lokum, þið sjáu hvað mótorarnir eru. Þeir eru cirka 2 cm frá hver öðrum og við gerðum tilraunir og eftir sem að fyrir nær og nær, það hætti fólk að greina á milli. Þannig að upplausnin hérna á þessu svæði er ekki nógu góð. En alveg nógu góð til þess að miðla fullt af upplýsingum og við reyndum líka bakið, en að því að við erum oftast fött, þá er erfitt að láta mótoruna vega upp á bakinu. Við gætum kannski fengið hjálp frá einhverjum fatahönnuðum. Við erum þetta bara verkfræðingar. Þannig að rauninni þetta er það sem ég ætla að segja ykkur. Takk fyrir mig. Komið sæl. Það er nú að fá Ég heiti Snjólaug Ólafsdóttir og er doktor í umhverfisverkfræði. Það er nú ekkert að sýna ykkur margar glærur, en mér langar nú allavega að sýna ykkur lógóið mitt. Ég stofnaði fyrirtæki sem heitir Andrými ráðgjöf í byrjun árs 2016 með það markmiði að auka umhverfisvitund í samfélaginu og að gera sjálfbæra hugsun sem hluta af minnisstæðamenningu fyrirtækja. Og við vitum það öll að umhverfismálin eru ekki kannski í svo góðum málum. Það þarf nú ekki að nefna nema loftslagsbreytingar og fækkun fjölbreytileikans. Attenborough var að segja okkur hvað gæti að fyrir þetta bílflugurnar væru í mikilli hættu og ef þær fara þá fyrir við líka. Þannig að það eru mörg stór verkefni framöndan og þetta er eitthvað sem við erum farin að vita, neytendur eru farin að vita. Fyrirtækin eru farin að átta sig á að þetta er eitthvað sem að koma skal, meðvitaðir neytendur og við öll erum farin að hafa áhyggjur. Þetta er búið að vera svolítið svona í hnakkanum við höfum svona vita af þessu en við höfum ekki kannski vilja takast á við það. Þetta er svona að komast inn í sjónunni hjá okkur, þannig við erum svona farin að átta okkur betur. Og það sem gerist þá er að viðskiptalífið og atvinnulífið fer auðvitað að taka við sér og það sem að við öll viljum við fara að gera vel og erum farin að skoða þessi hluti en kannski höfum svona ákveðin þekkingargrunnur sem að vantar. Og þar kemur Andrými ráðgjöf inn í að markmið mitt er að fara í fyrirtæki og halda utan starfsfólkið í þessu ferðalagi að skilja út af hvað þetta gengur. Að skilja sjálfbærni, hvað er sjálfbærni, hvernig hugsum við sjálfbært og gera fyrirtæki og starfsfólk sjálfbært í sínum sjálfbærni markmiðum, ef svo má segja. Að gera fólki kleift að skilja út af hvað það gengur og þannig að það getur þá sjálft skoða fyrirtæki sitt, skoða sína vinnuferla og breytt sínu vinnudegi á sjálfbæran hátt. Miklu frekar heldur en ég eða einhver annar ráðgjafi var að koma inn og segja já þið þurfum að gera þetta og þið þurfum að gera hitt. Við eigum engan séns á því að vita allt sem hægt væri að gera ef við værum í þessari vinnu af því að við getum auðvitað ekki séð fyrir okkur alla skapaða vinnudaga í þjóðfélaginu. Og það í rauninni þetta byggt á bæði sjálfbærnikennslu og svo að virkja þennan nýsköpunarkraft í fólkið og þannig að það getur breytt sínum vinnudegi. Og það er gert með þá bæði fræðslu og vinnustofum og svona brainstorming fundum og annað. Þannig að virkja fólk virkja fólk í þessum pælingum. Af því það er ekki bara nóg að halda utan tölurnar og skrifa skýrslurnar. Það þarf að gera þetta sem hluta af vinnustaðamenningunni hjá þessum fyrirtækjum. Og þá erum við orðin betur í stakk búin til þess að takast á við það sem að
koma skal og leggja okkar mörkum. Og það kemur ljósa fyrirtæki sem eru komin vel á veg í þessu, þau eru samkeppnishæfari, virði þeirra meira og líka að vinnustaðurinn, mórallinn betri, fólki líður betur í vinnunni. Þess vegna mitt markmið að gera þetta og gera þetta skemmtilega. Að okkur, þetta svona hópeflis hlutur að taka svona verkefni fyrir. Og af hverju núna, af hverju í dag? Jú, það einmitt út af þessu að við erum farin að sjá þetta og við erum kynslóðin sem breytum þessu. Ef við breytum þessu ekki, stöðu umhverfismála í heiminum í dag, þá verður þessu ekki breytt. Við getum ekki beðið eftir næstu kynslóðum, það verður orðið seint. Þannig að þetta algjörlega á okkar könnu, en þetta hægt að gera þetta skemmtilega og það að verða sjálfbær ekki takmarkandi hlutur, heldur útvíkkar það lífið okkar á allan hátt og það það sem skilaboðin sem ég langar að koma framfæri. Takk. Hæ. Ég víst glærur. Virkar sér það ekki? Já. Læsilegt. Ég get ekki farið mjög mikið. Þannig að það skiptir kannski ekki máli. Svona. Ég sem sagt að fara að halda bara sömu kynningu og við heldum fyrir dómara borgarhagsins. Þar vorum við með mjög strangt tímaramma, bara 5 mínútur, þannig að þetta hentar bara fullkomlega hérna. Þannig. Alright. Trúir þú að Reykvíkingar vilji efla Reykjavík? Trúir þú að þú getur lagt þitt af mörkum? Trúir þú að við getum betrumbætt Reykjavík saman? Við trúum því. Við erum Þórarinn, Örn og Eyþór. Ég að vísu svo einu sem komst í dag, en þeir heilsa okkur öllum mjög fallega úr vinnunum sínum. Við kynnum til leiks snjallforrit sem virkir kraft borgarbúa í þá okkar allra. Við ætlum að gera fólki kleift að ættleiða eignir og svæði í borginni til persónulegrar umhirðu. Fólk geti farið inn á forritið og sé þar myndir af eignum borgarinnar í nærumhverfi sínu og tekið að sér umhirðu og viðhald á þeim eins og þau vilja. Í skiptum fyrir umhirðuna myndi borgin umbuna þeim með kredit sem þau geta leyst út, til dæmis í formi hækkaðs frístundastyrks, lækkuðum rafmagnsreikningi eða annarri þjónustu frá borginni. Við erum samt ekki að takmarka okkur við ættleiðingu eigna. Við gætum með sömu aðferðafræði á þessum sama vettvangi innleitt hvatakerfi fyrir ótal önnur verkefni sem getur verið unnin í hag borgarinnar. Til dæmis var hægt að umbuna fólki fyrir skokkblokk, að carpoola eða tína upp eftir flugelda. Sambærileg verkefni hafa verið framkvæmd í borgum erlendis. Í gegnum nokkrar sjálfstæðar tilraunir hefur verið sýnt fram á að svona verkefni getur haft víðtæk og góð áhrif á borgaralega þátttöku. Við erum nú þegar óbeint búin að ættleiða rafmagnskassan fyrir framan húsið okkar. Við sjáum fyrir okkur að helstu notendur okkar séu... Þetta hafði einn af viðmyndunum okkar að segja þegar hún var aðeins spurð. Við sjáum fyrir okkur að helstu notendur okkar séu fjölskyldufólk, kannski á milli 40 og 65 ára sem hefur meiri tíma milli handana eftir að börnin eru vaxin úr grasi. Það besta við þetta er að fólk nú þegar að þessu. Í viðtölum okkar komumst við að því að sumir hafa tekið nokkrar eignir borgarinnar ástfóstri en allir notendurnir sem við töluðum við fannst óþægilegt að gera þetta á svona óformlegan máta og nefndu í fleiri en einu tilfelli að kunningjar þeirra hefðu ætlað sér að gera þetta en aldrei látið af því sökum þessarar lagalegrar óvissu. Þetta finnst okkur sýna fram á skýran markaðsbrest. Þú tilbúin að taka þátt í þessu ævintýri með okkur? Takk fyrir mig. Þetta svo inspirerandi að það hálfa væri nóg, en tíminn samt svolítið að hlaupa frá okkur. Áður en við kveðjum hér í dag ætla ég að biðja hana Auði Örlygsdóttur sem verkefnisstjóri Friðarsveitarins að koma hérna og aðeins segja okkur betur frá verkefninu sjálfu, sýna okkur vefsíðuna og kynna einhverja mentora sem eru staddir hér í dag. Auði mín, gjörðu svo vel.
Mér langar bara að byrja á að þakka ykkur öllum sem hafa komið hérna fram í dag, bæði Hrund með erindi og öllum ykkur sem hafa verið með örkynningar. Ég vona sannarlega að við séum að fara hérna út með aðeins skýrari mynd í kollinum hvað það er sem við erum að tala þegar við tölum samfélagslega nýsköpun og samfélagslega frumkvöðlastarfsemi. Og ég vona líka að jafnvel hafi kveiknað einhverju hugmyndir hér í dag að nýjum verkefnum sem að gæti átt heima í hraðlinum okkar sem að við höfum nú þegar opnað fyrir umsóknir í. Við vorum með undirskriftarathöfn í Höfða í loka apríl 2007 og þá fengum við fulltrúa allra samstarfsaðila til okkar til þess að skrifa undir samninginn og svona sýna fram á sameiginlegan vilja til þess að standa þessu verkefni. Og auk sem sagt Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og Höfða friðarseturs að þá erum við með Háskóla Íslands, Reykjavíkurborg, Listaháskóla Íslands, Festu miðstöðum samfélagsábyrgð fyrirtækja og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið með okkur í snjallræði. Og við höfum sem sagt opnað fyrir umsóknir þannig að það er hægt bara að fara inn á heimasíðan okkar snjallræði.is og sækja þar og við verðum með opið fyrir umsóknir alveg fram á næsta haust, fram til 10. september. En þá tökum við okkur smá tíma í að vinna úr umsóknum og það er mjög gleðilegt að nú þegar hafa okkur borist nokkrar umsóknir í hraðalinn. Þannig að við vonumst til að við höfum bara úr mörgum að velja. Að lokin verða 7 umsóknir valdar, 7 verkefni, 7 hugmyndir og það verður tilkynnt vinningsteimin á alþjóðlegu friðarráðstefnunni okkar 10. október og svo hefst hraðallinn bara í beinu framhaldi daginn eftir, 11. október. Og já, við erum komin með nú þegar glæsilegan hóp mentora með okkur inn í verkefnið og ég veit að nokkur eru staddir hér í salnum, einhverjur hafa nú þegar verið með kynningar og erindi og mér langar að fá að bara lesa upp nöfnin og þeir sem eru hérna kannski að þið getur komið til mín þannig að allir geti tengt hérna andlitin með nöfnin. Og það er Hrund Gunnsteinsdóttir, þróunarfræðingur og formaður Tækniþróunarsjóðs, Bjarni Herrera, framkvæmdastjóri Circular Solutions og svo er það Ragnheiður H. Magnúsdóttir sem núna forstöðumaður viðhaldsþjónustu hjá Veitum. Ég veit að hún er ekki með okkur í dag en hún verður sérst með okkur í hraðalinum. Svo er það Snjólaug Ólafsdóttir, umhverfisverkfræðingur og stofnandi Andrýmis. Viktoría Valdimarsdóttir, hún er heldur ekki með okkur hérna núna. Hún er viðskiptafræðingur og sérfræðingur hjá Ábyrgum lausnum. Og svo er það Rakel Garðarsdóttir sem er stofnandi velferðarsamtakanna Vakandi og framkvæmdastjóri á Vesturparti. Og svo er það Búi Bjarmar Aðalsteinsson, frumkvöðull og hönnuður og Kristján Gæ Börges, alþjóðastjórnunarfræðingur. Og við eigum von á að vera með að minnstakosti 20 manns í kringum okkur í fleiri öfluga mentorheldur nú þegar komnir til þessu okkur og við bara hlökkum virkilega til hraðalsins næsta haust og vonast til þess að fá sem flestar umsóknir inn og bara langar þakka ykkur kærlega fyrir að það kom til þessu. Ég held að ég sé ekki að segja neitt meira en þetta. Auður eru svo sannarlega búin að klára þetta gott fyrir okkur. Ykkur öllum þakka ég fyrir að koma og náttúrulega kynningarnar og erindin ekkert alveg sérstaklega. Fylgist endilega áfram með ykkur og munið eftir friðarráðstefnunni okkar 10. október. Takk fyrir.